Já, komið sæl og velkomin í umræðu og fréttaþáttin okkar 21 á þessum þriðju degi, 22. janúar. Við ætlum framundan að ræða þetta, myndlist í Seðlabankanum, eins og komið við fram. Það hefur Seðlabankinn ákveðið að fjarlægja nektarverk eftir Gunnlaugu Blöndal og koma fyrir í geymslu vegna kvörtunar starfsmanns sem var misboðið vegna nektarinnar. Þetta svona eins og við komumst næst því sem þarna á seiði. Við ætlum að ræða þetta á eftir. Við ætlum líka að fá forstjóra Samgöngustofu Þórólf Árnason til okkar. Sigmundur Ernir ræðir við hann og við spyrjum heyra sjóslys sögunni til. Sömuleiðis þá ætlum við að tala nýsköpun til sjávar og sveita. Þetta nýr svona nýsköpunar hraðall eða hvað sem það kallast nú. Við ætlum að skoða það betur. Þarna eru mörg og merkileg tækifæri fyrir þá sem að hafa góðar hugmyndir varðandi þetta. En við byrjum á þessu. Líðan og starfsaðstæður íslenskra lækna. Á árlegum læknadögum sem að hófist í gær margt rætt og meðal annars niðurstöður könnunar sem var ansi viðamikil þar sem að könnuð líðan og starfsaðstæður íslenskra lækna. Og Ólafur Þór Ævarsson, geðlæknir, hann stjórnaði þessari rannsókn, þar að segja fyrirtækið Forvarnir og þetta var gert í október fyrir Læknafélag Íslands. Ólafur Þór, velkomin. Takk fyrir. Þetta merkileg rannsókn og þú kemur aðinni náttúrulega sem aðili að forvörnum. Já. Og náttúrulega sem læknir líka. Já, jú, ég starfa að hluta til í heilbrigðiskerfinu sem læknir og ég starfa líka sem ráðgjafi í sálfélagslegri heilsuvernd og forvörnum á vinnustöðum út á vinnumarkaðnum. Og allir vita eða allar grunar að læknar séu undir miklu álagi eins og margar starfsstéttir, kennarar, lögreglumenn, ég get talið upp langan lista. Og við finnum og við vitum af rannsóknum erlendis frá að streitan að ná til okkur meira en áður. Og hugmynd Læknafélagsins að mæla líðan lækna eftir þeim aðferðum sem forvarnir bjóða upp á og í leiðinni kannast aðstæður þeirra og á bakvið þessa hugsun náttúrulega að kortleggja þessa hluti og koma síðan með úrbætur eða tillögur úrbætur. Og annar hluti könnunarinnar snýr síðan að skoðun lækna á því hvernig félagsmálum lækna skipað, endurmenntun og svo líka skoðun lækna á skipulagi heilbrigðisþjónustunnar. Já. Hefur sambærileg rannsókn verið gerð áður, svo þú vitir? Það eru til rannsóknir á starfshópum og jafnvel svona starfsstöðum lækna og á öðrum starfsgreinum. Já. En það hefur aldrei verið gerð svona djúpstæð rannsókn á íslenskum læknum. Já. Og ég hugsa að þessi rannsókn sé mjög óvenjuleg fyrir það að þarna í raun og veru verið að skoða alla lækna í einu landi. Já, það athyglisvert. Og við hugsum mikið það þegar við erum að meta niðurstöðurnar og túlka. Já. Þetta eru læknar sem að þá vinna inn á spítölunum? Allir læknar. Allir læknar, heilsugæslan, allt. Já. Merkilegt. En þarna kemur til að mynda fram að mikill meirihluti lækna telur sig vera undir of miklu álagi. Já. Með streitueinkennum sem til dæmis svefntruflanir og svoleiðis. Já. Þetta ekki grafalvarlegt? Jú, okkur finnst það og það þannig að alveg upp undir 2/3 hluta lækna finna fyrir ýmsum svona einkennum. Það getur verið þreyta, það getur verið svefntruflun eða önnur alvarlegri einkenni streitu og kulnunar. Og það jafnvel hægt að segja að viss hlut af þessum hóp, ekki allir, komnir að það stig að vera með það sem heitir sjúkleg streita. Þetta eru ólík stig streitu. Og mér finnst merkilegt að munstri sem birtist í niðurstöðunum að þetta virðist vera gegnum gangandi hjá öllum læknum. Það kannski aðeins minna sumstar og aðeins meira annars staðar eftir því svona sem að maður geti búist við eftir álaginu. En það kom okkur örlítið á óvart að þetta gildir alla lækna. Þess vegna verða úrbæturnar að beinast að heilbrigðiskerfinu sem heild, ekki að einstökum vinnustöðum. Það kom mér líka mjög á óvart hvað læknar voru opnir með þetta að tjá sig. Því að sumir hefðu kannski vilja nota gömlu aðferðina að fela og taka niður. Þannig að mér finnst það gott merki líka. Reyndar könnunin nafnlaus en það kannski gefur mönnum meira svigrúm til þess að tjá sig hlutina. Já, það hlýtur alveg að vera lykilatriði að hafa hana nafnlausa til þess að fá þetta fram. Af því að maður fyrir að hugsa, jú gott og vel, þetta náttúrulega tímaþröng
í starfi og þeim finnst þið kannski ekki alveg þá ráða við aðstæður. En ég menn, eru þá læknar farnar að nota svefnlyf kannski í meira mæli og... Það var ekki kannað í þessari rannsókn, en það er áhugavert að sjá að þetta eru svo sem sömu þættir og hjá öðrum. Það er ekki bara álagið í starfinu, heldur það líka skortur á stuðningi á vinnustaðnum. Það er skortur á vinnuaðstöðu. Það er ekki mikið gert til þess að hjálpa ungum læknum að samhæfa einkalíf og fjölskyldulíf. Og þarna er breyting, áður voru karlar. Vinnuna og fjölskylduna. Já, áður voru þetta karlar og konurnar kannski heima, maður leitar svolítið tilbaka. Núna eru þetta mikið frekar konur og þær eru að reka heimili heima líka. Þannig að það þarf að greinilega gera meira til að styðja læknana, til að samhæfa einkalíf og vinnu. Helmingurinn af læknunum er truflaðir heima utan vinnutíma, utan vakta. Helmingurinn? Já. Truflaðir utan vinnutíma? Já. Því að við erum kannski með svolítið gamaldags umgjörð. Hún er kannski úrelt umgjörðin utan læknin í dag. Já. Það má kannski segja það. Já. Maður hugsa þetta, já, svolítið upp á nýtt. Nú, sko, rífilega helmingur læknanna er samt ánægður með starfsumhverfi sitt. Já. Og stjórnun þeirra deildar sem þeir starfa í, en þeir til dæmis tala að svigrúm til símenntunar og vísindastarfs sé bara mjög lítið. Það er mikið minna heldur en við áttum vona á, svona formlegt svigrúm og stuðningu til þess. Það þarf að vera betra. Sem gefur starfinu meira innihald. Já, en það er líka merkilegt að hugsa til þess að þó að það komi svona hátala streitu, álags, að þá eru flestir ánægðir. Og þetta er atriði sem er gegnumgangandi í vinnuvernd, varðandi streitu, að það er ekki vörn gegn streitunni að vera velmenntaður, að vera í því starfi sem þú eru áhuga á, að vera ánægður í starfinu. Það er ekki nægilega vörn í því. Nei, akkurat. Og þeir sem brenna kannski helst út, það er velmenntað fólk sem hefur mikið metnað að gera hlutina vel. Já, og mikinn áhuga. Og mikinn áhuga. Já, og fer þá fram úr sér. En sko, hérna kemur líka að samkomulag við samstarfsfólk í röðum lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraþjálfara, nær allir telja það sem mjög gott, þannig að stéttin, hún stendur svolítið vel saman. Stéttin stendur vel saman. Miðað við þetta. Og samkomulag og samvinna við aðra stéttir er mjög gott. Og þetta finnst mér mikilvægt að koma fram, því stundum ekki að við í skyn að það sé hnökraði samstarfið milli starfsstéttanna sem er alls ekki skoðun læknanna. Þeir eru ánægðir með samstarfið á gólfinu, í teyminu. Já, þeir eru ánægðir með það. Það kannski kæmi annað ef að hjúkrunarfræðingarnir eru spurðir eða sjúkraliðarnir. Já, það gæti alveg verið. En þarna kemur líka fram að læknastéttin er ekkert öðruvís en flestar aðrar, þar að segja einelti. Nei. Og kynbundið ofbeldi er þarna líka. Já, því miður. Og tíðnitölurnar eru háar en þær eru samt svona í stíl við það sem að sér í öðrum rannsóknum á öðrum hópum, á öðrum vinnustöðum. En þarna kannski hefðu sumir haldið að hvítsloppurinn væri vörn gegn slíku, en það er ekki. Nei, það er ekki. Þarna er sko tæplega 7% kvenna töldu sig hafa orðið fyrir kynferðislegu áreiti á vinnustað síðustu 3 mánuði, 47% einhvern tíman á starfsævinni og karlarnir 1% og 13%, þannig að þarna skera þær sig ekkert úr. Nei, en því miður eru tölurnar háar. Já. Nú, afstaða til launakjara. Já. Skiptast í 2 álíka stóra hópa. 45 voru svona mjög eða frekar ósammála að launin þeirra væri sanngjörn. En 42% mjög eða frekar sammála. Hvað getur þetta þýtt? Sko. Já, þá er þetta svona einhvers konar meðaltalsdreifing á hópnum. Já. Að sumir eru ánægðir, aðrir eru óánægðir. Já, það er mjög mismunandi störf. Já, mismunandi aðstæður. Já. Og það eru mismunandi, við gerum okkur grein fyrir því, það eru mismunandi kjör hjá læknum eftir í hvað aðstöður eru. Og það er eitthvað sem félagi hefur mjög mikinn áhuga á að afla sem mestra upplýsinga sem að er auðvitað mikilvægt að við jöfnum kjör okkar. Já, einmitt. Nú, sko, svo náttúrulega þetta náttúrulega varðar bara kerfið, sko, það er aðeins fjórðungur allra starfsstöðva sem telst hæfilega mannaður í þessari könnun og yfir 70% undirmannaðar. Já, nú er það svo að mjög margir og flestir læknar hafa unnið erlendis og gjarnan á góðum starfsstöðum út í heimi, bæði vestanhafs og austanhafs, og þeir hafa þess vegna mjög góðan samanburð. Og þetta er eitthvað sem við heyrum oft og vitum.
að mönnunin hér og svona stuðningurinn í teiminu við læknistarfið allt öðruvísi og lakari heldur en erlendis. En samt helmingurinn segir samt að íslensk heilbrigðisþjónusta sé sambærileg við það sem að þeir þekkja erlendis. Þannig að hér hlaupa menn bara hraðar. Eitthvað svo leið. Já, vel eða þurfa að gera meira. Við finnum þá sem sérfræðingur í þröngu sviði að maður hefur ekki þá svona þann stuðning og þjónustu í kringum hvern lækni þannig að hans sérhæfing þekkist sem best, nýtist sem best segi. Þannig að hann að vasast í mörgu. Vasast í mörgu. Svona, í kring. Og það svona skýrist af smæðinni okkar líka. Og það gerir það. Við erum náttúrulega ekki mörg að halda úti mjög þróuðu heilbrigðiskerfi. Já, í raun og veru ég ekki viss að þetta segi að heilbrigðiskerfi sé eitthvað lélegra en það öðruvísi mannað. Og það getur verið í læknisfræðinni margir kostir og gallar við það að út frá mönnuninni séð. Það er kannski komið svolítið út fyrir könnun og fann að tala eins og læknir. Að íslenski læknar eru oft með breiðari menntun líka þó þeir hafi sína sérhæfingu þá halda þeir sinni breiðu læknismenntun af því að þeir þurfa svolítið að vassast í öll eins og þú segir. Meira svo héraðslæknarnir. Stundum. Já, akkurat. En það hérna þessi hluti sem að snýr að skoðun lækna. Einmitt, sem að við erum svona farin að koma alltaf hérna inn út af launakjörunum og því. En það sem að hérna athyglisvert að yfir 60% læknanna töldu staðsetningu á Landspítala við Hringbraut óheppilega. Og þörf á nýju staðarvalsmati vegna byggingar nýs spítala. Þetta ekki of seint að koma fram? Þessi könnun gerð það leyti sem að staðsetningin var alveg ákveðin og byrjaði að grafa. En á bakvið hjá Læknafélaginu löngun til þess að og var í raun og veru ástæðis að fá þessar upplýsingar fram fyrr. Mörgum læknum hefur fundist spítalastaðsetninguna og ýmis önnur mál að þeirra raddir heyrist ekki nægilega. Þannig að þessi hluti könnunarinnar var þá aðferð Læknafélags Íslands til þess að leyfa læknum að tala og að leyfa þeirra röddum að heyrast. Og mér finnst það mikilvægt þó að þetta komið svona seint í ferlinu. Já, það náttúrulega verður ekki undið ofan af þessu, úr þessu. Þannig að, en þetta er náttúrulega bagalegt. Veistu hvað það sem að þeir finna að staðsetningunni? Já, það spurt það í könnuninni og kannski kom það ekki fram í fréttatilkynningunni og það aðgengið. Já, sem að þeir telja efst og mikilvægast. Það þá samgöngukerfið í kring og... Já. Og það þá eitthvað sem þeir nefna aðgengi þá sjúkrabíla til dæmis? Ég býst við því að það ekkert farið ofan í það en þeir sem hafa unnið á stórum spítölum erlendis þeir vita hvað aðgengi mikilvægt. Bæði að það sé hratt og örugt og hvort sem það nú bílum eða þyrlum eða flugvélum. Hljómar ekki vel vegna þess að þarna náttúrulega fólkið sem að vinnur á staðnum þekkir dag frá degi hvernig þetta virkar. Þannig að við skulum vona að þetta fari nú samt allt ágætlega fram. Ég horfi svolítið á þessar spurningar sem hvatningu til okkar lækna að reyna að láta heyrast betur hvað okkur finnst og kannski hvatning til yfirvalda líka að hlusta á þá hópa, ekki bara lækna heldur þá hópar sem að vinna í kerfinu. Akkurat, og það mjög vel þekkt í vinnuverndarfræðunum að þeim mun meiri menntun og ábyrgð sem þú hefur þeim mikilvægara að þú hafir sem mest áhrif á starfsumhverfið þitt. Og í könnuninni kemur það fram að það skortir á það. Já, akkurat. En þarna, hvert var svar hlutfallið? Þetta áræðanlega þar að segja svona marktæk? Já, þetta nú það sem við leiðum mikið yfir. Hvernig það fyrir að fram? Já, það rúmlega helmingur lækna sem hefur svarað sem að nokkuð há tala fyrir könnun af þessu tagi. Og við reyndum að skoða hópinn sem ekki svaraði. Til þess að reyna átt okkur á því hvort að hann var eitthvað öðruvísi. Og með þeim athugunum sem við höfum gert sem eru kannski ekki mjög vísindalegar en svona gefa þó eins mikla vísbendingar og við getum, þá teljum við að niðurstöðurnar gefi góða mynd af því sem að skoðun lækna sem hóps. Já. Hvernig gerðu þið könnunina? Hún gerð í tölvukerfi þarna að hver og einn fær slóð í sína tölvu sem að hann svarar og það eru allir sem eru skráðir í félaginu sem fá senda könnunina og
ef eitthvað, og það var nýlega búið að yfirfæra skráninguna hjá Læknafélaginu og ef einhver uppgötvaði að hann fikk ekki könnu að senda, þá var það leiðrétt. Menn gátu verið með tölvupósta annars staðar. Og svo er þetta dulkóðað og allt dulkóðað og algjörlega nefnlaust og það hefur auðvitað verulega þýðingu svo fólk getur tjáð sig opið erfiðu spurningarnar eins og áreitið og eineltið. Streitan er mikil, Ólafur Þór, þú ert geðlæknir, hefurðu áhyggjur af andlegri líðan lækna á Íslandi? Ekki lengur, ekki fyrst þeir svara þessu svona opið. Ég hafði pínleiktar áhyggjur af því að þeir færu þennan íslenska gír að ekki tjá sig og notuðu þöggunina. Það er enn litið á þetta hér sem að einhver leyti sem veikleika. Þannig ég er svo ánægður með mína menn að þeir skuli tjá sig og þá er hægt að nota þessar upplýsingar til að vinna í málunum. Því það er full ástæða þess að hafa áhyggjur af streitunni. Hún er einhvern veginn að vaxa og það er kannski efni í alveg annan þátt af hverju hún er að vaxa. Og mér þætti mjög vænt það ef að læknar fyndu sér því að vera fyrirmynd í þessu. Segja bara við erum í þessu vanda og svona ætlum við að gera. Já, vegna sem maður tekur mark á lækninum, það er bara þannig og maður veit að aukin streita í starfi að hún náttúrulega, hún ýtir undir fleiri mistök. Hún gerir það. Og það er svo ekki sérstaklega góð tilhugsun. Nei. Það var gott að fá þig, Inga Ólafur Þór Evarsson, geðlæknir, og þetta er könnun sem að kynnt var í dag á læknadögum sem að hófust í gær, heilmikið þar rætt, en þetta er sem sé könnun líðan og starfsaðstæður íslenskra lækna, viðamikil könnun og merkileg. Takk aftur fyrir að koma. Kærar þakkir. Og hér á eftir listaverkin sem ekki sjást í opinberum byggingum, við viljum aðeins að fara ofan í þetta sérkennilega mál og við viljum líka tala nýsköpun til sjávar og sveita. Þarna er eitthvað nýtt á ferðinu og góð og mikil tækifæri, þannig að verið með okkur áfram. Treystir þú þessari konu til að skipuleggja ævintýraferðir heima og geima? Ég er Bryndís Hagan Torfadóttir og ég er ferðamálafrömuður. Mannauður sem samfélagið hefur ekki efni á að hunsa. Grái herinn, reynslunni ríkari. Útsölunni lýkur á sunnudaginn. IKEA. 2030 er eldklárt. Tilbúið í pottinn, hönnuna eða ofninn. Ljúffeng máltíð í litlum kassa og þú munt spyrja þig, nei sko, hvernig gat ég þetta? 2030. Einfalt að elda, girnilegt í matinn. Taktu alveg nýja stefnu á bíl sem er fullur af tæknilegum nýjungum. Nýr Nissan Leaf, einfaldlega einstakur. BL Sævaröða 2. Auðlindir eru okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. Eimur.is. Bíllinn þinn á bara skilið það besta. Auktu verðgildans og sendan til Jobba. Bón og þvottur hjá Jobba, Skeifan 17. Húsumsjón eignaumsjónar er ný þjónusta við húsfélög og rekstrafélög þar sem eftirlit og umsjón er með sameigninni. Já, komið sæl aftur og næst að nektarmálverkum í Seðlabankanum. Það var margir tjáð sig þetta mál sem er það að Seðlabankinn ákvað að fjarlægja nektarverk. Mér skilst að þau séu 2 af konu í báðum tilfellum eftir Gunnlaugu Blöndal og koma fyrir í geymslu vegna kvörtunar starfsmanns sem var misboðið vegna nektarinnar. Bankinn segir þetta starfsmannamál. Sú ákvörðun var tekin að slík verk yrðu síðan ekki á almennum vinnusvæðum í bankanum, skrifstofum yfirmanna eða á þeim svæðum þar sem að starfsmenn vinna eða þurfa að leita með erindi fólki geti liðið óþægilega og liðið eins og áreitni væri að ræða. Og það spurning hvort það sé eitthvað til í þessu. Erling Jóhannesson, forseti Bandalags íslenskra listamanna og galleríeigandinn Snæbjörn Brynjarsson, þeir eru hérna. Maður kemur inn til yfirmannsins í Seðlabankanum sem, hann er mjög líklega karl og hann þarna situr hann með bara tútunar á bakvið sig. Er þetta ekki vandræðilegt?
ekki eitthvað til í þessu? Jú, ég held að sko samhengið skiptir þetta svolítið máli. Kannski eru allar aðrar myndir af köllum, þetta eru einhverjir seðlabankastjórar með bindi og svo allar aðrar myndir af konum eru kannski bara svona nektarmyndir sem eru alveg mjög fallegar og gott stofudjást og hundur prýða sig vel allstaðar en einhvern veginn ef það eru bara nektarkonur á móti bindisklæddum köllum, það er þetta kannski svolítið vandræðilegt. Það er nú ekki þannig, það er náttúrulega fullt öðrum myndum að það líka. Jú, eflaust. En ef það er sko spurningum að fjarlægja ofbeldismanninn úr þessum kringumstæðum, er það þá ekki kallinn í jakkavitunum frekar? Örugglega, sko. Já, þú meinar. Eða málverkið af konunni. Já. Annars náttúrulega... Karlaveldið. Já. Þið er náttúrulega orðað þetta mjög harkalega yfirlýsingu frá ykkur, eða ekki? Eða þannig? Já, hvað kom fram þar? Rifið að það í gær? Sko, það er rosalega margt í þessu og þetta er runni sko ákaflega... Þetta er margslungið? Þetta er margslungið og þetta er svona kannski sagan sem að þú ert að lýsa hérna, hún kemur svona aðeins í framhaldi af okkar viðbrögðum og náttúrulega margra sem að skilgreina þetta sem ritskoðun. Og þetta er náttúrulega vissulega ritskoðun á ákveðnum hætti. En ákveðnar ástæði fyrir því? Já, en sko við, kannski erum við stödd í þessum kringumstæðum, sko að við getum annars vegar talað sko nektina, þú veist, listina, póesíuna í listinni, þú veist hvað táknar nektin í listasögunni, hvernig við vorum byrst okkur og hversu læsir erum við á hana og þetta allt saman. Og svo er henni stilt upp þarna í þessu ákveðna samhengi, þá fær hún kannski aðra sögu. Einmitt, já. Sem við kannski eigum að taka tillit til. Við skulum ekki hérna gera lítið úr því. En í rauninni samt sko höfum við alveg skautað fram hjá umræðinu listina í þessu. Sem sýnir sig í því að sko fyrsta viðbragð Seðlabankans þegar að þeir fá athugasemdir við þetta, eða fyrsta, eða allavega viðbragð þeir eru að hringja í Jafnréttisstofu. Já, og Jafnréttisstofa er með þeim í þessu? Já, og Jafnréttisstofa leiðbeinir þeim í þessu máli. Og þetta er svona allt í ljós í MeToo? Já. Já. Og væntanlega, en við skautum alveg fram hjá umræðinu listina. Já, listina sjálfa. Listina sjálfa, já. Sem er náttúrulega... Hvað er rétt yfir hún? Hvað er rétt yfir hún, eða ég meina, og hvernig birtist hún okkur og hvaða sögn yfir hún og Sko, þá langar mér nefnilega að grípa sko niður í, það er eitt af því sem þið segið, tilkynningunni ykkar. Það er svo sem ekkert nýtt að listin takist á við valdið. Sem sagt, þá valdið sem er nú við lýði. Er MeToo komið með valdið? Já, það má alveg segja það, sko. Við dættum til hugaðan. Það er mjög róttækur feminista á forsætisráðherrastólnum sem er komið með jafnréttismálin til sín og það er náttúrulega, umræðan er náttúrulega ákveðið vald og Ég meina núna er þetta er athugasemd og svona íljós í MeToo, þá er þetta bara tekið niður. Já, ég held að þetta varpi samt sko ljósi á sko hvað Seðlabankinn, sem er stór listaverkaeigandi, þetta er svolítið erfitt mál fyrir hann því að hann veit ekki alveg hvernig hann á að bregðast við og er kannski vanari því að þurfa að verja vaxtahækkun heldur en ritskoðun. Og að sumu leyti finnst mér þetta ekki koma okkur það mikið við því þetta er spurningum á hvaða myndefni á að hanga upp inn á kaffistofinu, á einhverjum vinnustaf. Mér líður ekki eins og það komi mér beinlínis við, en það sem kemur við eru málverk sem eru þjóðargersemi. Seðlabankinn á 320 málverk og fæstir hafa séð þau. Það er einhver örfá þeirra fá að hanga upp á veggjum og njóta þeirra og það veldur bara á smekk í rauninni yfirmanna hvað fara að hanga upp á hverju sinni, nú eða, þú veist, gildum samfélagsins á þeim tíma. En bara svona þökk síðan þessu litla hneyksli þá fáum við loksins að sjá þessar myndir á Safnanótt sem eru svolítið gaman. Einhverjar allan þessar umdeildu. Allavega Gunnlaugsmyndirnar 6. Já, og ég segi bara, er ekki bara komin tími til þess að við skoðum það, sko hver er á stefna Seðlabankans og annarra ríkisstofnana að vera í listaverkakaupum og beraðu ekki einhverja ábyrgð þegar þeir eru orðin svona stórir eigendur. Verðum ekki í hálfpartinn skylda sem stórir eigendur að reka þá einhvers konar sýningarými og bara svona viðhalda þessum arfi. Já, þið bendið einmitt á þetta, að núna opna sko tækifæri til að tala um þetta. Já, þetta er náttúrulega einn angi af þessari umræðu því að
sko 300 og eitthvað verk í stuttri og í rauninni mjög brothættri listasögu okkar gríðarlega stór hluti. Og við getum sagt að fyrir vikið Seðlabankinn sko stórtækur listaverkasafnari. Já, það má alveg segja. Og þess vegna, og það kannski að því að mér skilst alveg í samræmi við sko banka og stóra stofnanir, ríkisstofnanir út í Evrópu sem dæmi, en þar þetta allt saman gert sko í faglegum farvegi. Það kannski stefnuyfirlýsing, það svona manifesto hvers eðlis safnið hverju á að safna. Þú veist, það náttúrulega bara lögboðin skráning á listaverkum. Við veitum ekkert hvað hefur safnast á núni, hvert það hefur farið, hvar það hefur verið hengt upp, skilur við. Það getur ekki bara verið geðþótt við getum ekki umgengist menningararfinn okkar bara eftir svona geðþótt einhver örfára einstaklingar. Og svo þetta líka sko, þetta eru gríðarlega mikil verðmæti, sko, ekki bara menningarleg og sem ódauðleg listaverk. Þetta eru mikil peningar sem hafa farið í það. Þeir eru rauninni liggja á glámbekk og að sumleyti mætti segja að þetta sé svona fjárfesting sem að morgna niður. En við vitum svo sem ekkert hvort að sko verðmæti sé ekki alveg örugglega skráð. Ég vona það að þeir hafi áætlað verðmæti. Þeir eru mjög erfitt með að svara samt sko nákvæmlega hversu mikið þeir eiga og hvað þeir eiga og það virðist enginn hafa það hlutverk að vera að velta þessu eitthvað fyrir sér. Já, en þið eru að tala útlönd og það eru seðlabankar í útlöndum sem eru með þetta. Eru þá verk þeirra til sýnis? Já, yfirleitt eru aðgengileg? Yfirleitt eru stóra stofnir, stóri bankar, ég meina í Skandinavíu, eru stóri bankar með söfn þar sem verkin eru aðgengileg og þau eru sko aðgengileg fræðimönnum, þau eru aðgengileg námsmönnum, þau eru sýnd reglulega. Núna ferðu inn á heimasíðu Seðlabankans og þú finnur eitthvað myntsafnið og bókasafnið, en 300 myndlistaverk úr 100 ára listasögu. 320? Já. Þau eru bara þarna. En nú hefur sko forstöðumaður Listasafn Íslands sagt að þetta bara sé hið besta mál og það sé mjög auðfengi fyrir þau að fá þau lánuð þessi verk og sýna þau. Þannig að þarna sko helsta listastofnun okkar ekki hún gagnrýnir þetta ekki? Sko Listasafn Íslands í svolítið slæmri stöðu því að þau hafa ekkert mikið geymslurými og það ekkert sérstaklega gott það geymslurými. Þetta í rauninni vanfjármagnað. Við erum ekki að sinna þessu vel. Ef að þau fengu allt í þessi 300 málverk á sýnakönnu, það ekki víst að þau gætu í rauninni passa almennilega upp á þau. Ekki við núverandi aðstæður, nei. Já, Listasafn Íslands ekkert í einhverjum flottum húsakynnum og þetta ekki eins og í erlendum stórborgum þar sem þú getur gengið að þessi vísu og þú finnur einhvers konar þjóðargalleri og getur séð klassísk málverk allan ársins hring. Hér það bara svolítið veltuð á safnstjóri Listasafns Reykjavíkur og Íslands að hverju sinni. Við sjáum eitthvað brotabrot úr söfnunum að hverju sinni. Þannig það svona safnaráð einhver kannski sem að bara taka þessar ákvarðanir. Já, en sko við náttúrulega kannski ef við ættum að sníða okkur stakka eftir vexti hér þá höfum við bent á það að sko Listasafn Íslands ætti í rauninni bara kannski að vera samstarfsaðili. Samstarfsaðili, já. Mér finnst eðlilegt í þessu samhengi að Listasafn Ísland sko hefði bara umsjón með þessu. Já. En það alveg rétt sem þú nefnir að sko að fjármagn og aðstaða safnsins eins og flestra annarra menningarstofnana sko ekki boðleg. Þannig að svoleiðis aðgerð yrði að raunverulega fylgja sko fjármagn. Reykjavíkurborg náttúrulega hefur það þannig að Listasafn Reykjavíkur skráningaraðili og umsjónaraðili á listaverkum í eigu borgarinnar. Já, Kjarvalsstaðir og náttúrulega Hafnarhúsinu. Já, en líka bara hvað á skrifstofunum og svoleiðis. Það var nú reyndar svolítið skandall skrifstofu borgarstjóra og verk sem hékk þar uppi. Já, það var annars eðlis kannski, plakatið, já. Það opinberaði svipaðan amateurisma að mínu mati. Það að segja sko, það var enginn almennilega búinn að velta fyrir sér eða gat svara spurningunni hvort þetta væri verðmætt. Banksíverkið sem að Jón Garð gefið sér. Þú veist, sennilega hafði það ekki mikið virði en það bara rosalega erfitt að segja til það og það var ekkert einhvern veginn, það var enginn að spá í þessu. En það náttúrulega kannski verk fullkomnaði sig í sjálfu sér og eyðilagði það ekki? Jú, það settaði tætarann sko. En langar aðeins að hanga á þessu sko, að fjarlægja þetta verk út af skrifstofu með þessi 2 verk. Sko,
ég meina, getur listaverk verið hvar sem þurfum við ekki líka að hugsa, við tökum ekki bara eitthvað verk og já, heyrðu, haf þú þetta bara hérna inn í þér. Þetta er alveg, sko, ég sé þetta sem að beina afleiðingu á sömu ófagmennskunni. Já. Skilur, ef að það væri fagmaður sem hefði umsýslu með þessum verkum, þá væri væntanlega ekki verk svona illa misplaseruð eins og virðist að vera í þessu tilfelli. Ef við bara geng út frá því að við komum að hafa eitthvað til síns máls. Ég ætla bara að gefa henni eða honum það. En það sem við líka svona bara viljum, sko, í prinsipinu sko halda í að sko við verðum að geta séð þrátt fyrir að samfélagin á hverjum tíma hafi sko þrönga sín á einhver ákveðin málefni eða sé að takast á við einhver ákveðin þætti að sko við verðum að geta séð sko listin okkar í stærra samhengi. Við verðum að geta sko hafið það yfir. Hafið það yfir og við getum sko skoða þetta aðeins á dýptina og breiddina. Hér að ræða sko list sem er bara túlkun á fagurfræði. Sko, þannig að Gunnlaugur, hann var ekkert að mála með sko frelsun geirvörturnar í huga. Nei, þetta ekki mjög ögrandi listina, sko, það það fyrir. Nei, en ég meina, samt, þú veist, þetta ber brjóst og geirvörtur, en hann var náttúrulega ekkert að mála með Ég fór niður á Listasafn Íslands áðan og vorum að leita að bókinni sem að Listasafnið gaf út með verkum hans, sko, og þegar ég var búinn að leita í bunkanum lengi þá sá ég bókið Jón Engilbert með berbrjósta konu á forsíðunni, sko, en það bara, maður hafði ekki tekið eftir í. Það sko, þú veist, nú allir að flykkjast á svefnin. Þegar maður spáir í tíðarandunum þá ég sá eitt mjög gott vídeóverk eftir sænskan listamann sem heit Markus Örn og í því hefur hann klippt allar senur úr kvikmyndasögunni sem að sko sænska kvikmyndaeftirlitið á sínum tíma bannaði og hvernig það breytist gegnum tímana. Og það mjög athyglisvert að þegar sænsk kvikmyndagerð að byrja þá það yfirleitt það sem með pólitísku ívaði, það svona í kreppuárunum, þá svolítið verið að klippa út eitthvað að tala sem getur komið samfélaginu þannig í uppnám. Síðan sko þegar eftir stríðsárunum lýkur, þá byrjaði að ritskoða svolítið gróft ofbeldi, sko. Og það ekkert mikið, það ekkert kynlíf þannig sem kemur fyrir í ritskoðun eða nekt fyrir en sko upp úr árinu 1990. Þá sko í rauninni hætti ritskoðunni svolítið á ofbeldinu og ritskoðun nekt flæðir inn, þannig að það svolítið mismunandi eftir tíðarandanum hvað við erum viðkvæm fyrir. Og svo tímabil þar á undan í kvikmyndasögunni mjög opið tímabil sko sexuált, sko. Já. Þannig þetta tíðarandinn sem að hvað maður að segja, kannski svona, aldrei stóra myndin beint. Þetta kannski það sem við erum alveg ón í þessari bólu núna. En mér langar bara í lokin, sko, það var náttúrulega alls konar flott listaverk sem að bankarnir áttu fyrir hrun. Hvað varðum þau? Þetta nefnilega mjög alvarleg spurning sem við nú spurðum. Þú tækifæri til þess að rifja það? Því að við hefum náttúrulega lagt gríðarlega mikinn pening, marg 100 milljarða í það að endurreisa þetta bankakerfi. Á sínum tíma voru þessi bankar einkavæddir að nokkur manneskja spáði í því að þarna voru ótrúlega verðmæt og dýrmæt verk menningarlega fyrir okkur. Og þau bara lentu á glámbekk. Í rauninni fenguðu þeir sem keyptu bankana verkin ókeypis. Já, svona þeir fengu reynda bankana ókeypis líka en verkin... Þeir fylgdu með bara svo hverjum hillusamstæði. Já. Og í rauninni sko á þeim tíma þá hefði í rauninni átt að flytja þessi verk eða skilgreina þau í eigu ríkisins eða Listasafns Íslands og kannski semja við þá einhver útlán eða eitthvað svoleiðis. En þetta hefði átt að vera augljóslega í eigu íslensku þjóðarinnar. Og í rauninni þetta kannski bara tilraun til þess að leggjast yfir þetta og kortleggja þetta alveg í heild sinni og koma þessu bara í skikkanlegt horf. Þetta er bara svona hálf subbulegt. Já, þetta hálf subbulegt. Þarna voru Kjarvalsverk og Nína Tryggva og fleiri. Akkurat fínt að fá tækifæri til þess að ræða þetta og bara vonandi að þetta hafi þá eitthvað gott í för með sér að Gunnlaugur Blöndal vaki hérna yfir okkur og við förum rétt að. Og einhvern veginn dásamlegt að hugsa til þess að
sko, samtíma listamenn að hamast við að reyna að búa til þessi áhrif alla daga og svo kemur bara einhver úr fortíðinni og alveg óavitandi og... Já. Og svo vonandi höfum við líka vitað í framtíðinni, sko, við erum búin að ræða rosa mikið þessa ritskoðun, en mér finnst eins og sko lögbann á fjölmiðlum eða það ung kona var nauðungavistuð þegar hún var að ásaka valdamann. Þetta grófari dæmi ritskoðun sem við höfum ekki rætt alveg jafn mikið og þetta mál. Þetta svona kannski mál sem það veldur að hafa skoðun á og þurfi ekki að hugsa sig lengi svona allavega fyrst sinn, en fyrir ungu myndlistarmennina bara eitthvað tími kemur. Já, fyrir þessi. Kannski verði ekki hérna þá, en það kemur. Það var fínt að fá okkur Erling Jóhannesson, forseti Bandalags íslenskra listamanna og galleríeigandinn Snæbjörn Brynjólfsson, rithöfundur og fleira. Takk fyrir að koma. Takk. Og hér eftir smástund þá skiptum við yfir í Betristofuna. Sigmundur Ernir með Þórólf Árnason, forstjóra Samgöngustofu, og við spyrjum heyra sjóslys sögunni til. Við ætlum að ræða sjóslys á næstu mínútum, en það vekur athygli að engin Íslendingur fórst í sjóslysi á síðasta ári og árinu þar áður, en á áratugunum þar og undan þótti á að giska eðlilegt að Íslendingar mistu tugi manna í hafið á hverju ári. Nú eru 60 ár frá júlíslysinu hræðilega þegar að togarinn Júlí fórst á Nýfundnalandsmiðum vegna ísingar og 30 manns mistu lífið fyrir vikið, og mátti litlu muna að aðrir 5 togarar færu sömuleiðis á hafsbotninn í þessu mikla ísingaveðri sem þarna geisaði í febrúar árið 1959. Við erum með graf sem sýnir hvað banaslysum á sjó hefur fækkað mikið á undanliðnum árum. Á árabilinu 1978 til 1980 fórust 203 Íslendingar í hafi. Árið 1981 til 1990 fórust 116, 1991 til 2000 63, 2001 til 2010 21 og núna á síðustu 2 árum hefur engin Íslendingur blessunlega farist á hafi úti. Þórólfur Árnason, forstjóri Samgöngustofu, er sestur hérna í Hámar. Vanalega segja við slæmar fréttir af slysum, en þetta eru góðar fréttir. Já, stórkostlegur árangur. Og með við það, við erum með sjómennskuna sem er líklega eitt hættulegasta starf í heimi. Þá hefur árangur Íslendinga verið mjög mikill. Hverju er þetta að þakka? Þetta eru 20-30 atriði samþættandi. Það er náttúrulega miklu betri skip. Það er betri hönnun, miklu betri eftirlit með smíði. Það er allur fjarskiptabúnaður er miklu betri. Betri veðurlýsingar og veðurspár. Fiskisókn er skynsamari og sumir hafa sagt að skynsamleg veiðistjórnun hafi líka þátt í því. Nú, hugafar sjómannana með fræðslu og forvörnum, það hefur haft mikið að segja. Slysavörnarskóli sjómanna, Landhelgisgæslan, leit og björgun, þyrlubjörgun og allar slysavörnarsveitirnar, allt kringum landið. Þannig að stöðugleiki skipa er allt annar heldur en áður var. Þegar þú nefndir réttilega ísinguna og þau slys sem þá voru, það er af því að það var of mikil yfirbygging, of mikið að tækjum komið upp og það er fljótt að breytast í ísingu. Núna eru áskoranirnar ofhleðsla. Það er hetjuskapur í smábátaútgerðinni að hlaða of mikið. Það er ofþreyta og síþreyta og svefn og nokkur atriði sem við erum að taka á í góðri samvinnu með sjómannasamtökunum og fyrirtækjunum. En sko, Þórólfur, þetta hlýtur líka að vera einhvers konar hugarfarsbreyting. Við sáum grafið áðan þar sem að sko 100 Íslendinga fórust á hafi úti á nokkura ára bili og illu heilli þótt þetta sko eðlilegu tollur nánast. Sko, hver er hugarfarsbreytingin aðalega? Eru menn bara að taka starfið sitt alvarlegar? Já. Því stundum var þetta bara misskilin karlmennska. Já, það var misskilin karlmennska. Fjölmennar fjölskyldur, þeim fannst bara allt í lagi að missa nokkra drengi í hafið. Og á síðustu öld voru 4.000 manns. Það voru 40 á ári mannslíf og það voru þurrkuðust út heilu fjölskyldunar. Og menn kenndir iðulega sko við mæður sínar vegna þess að tollurinn var svo mikill. Já, skelfilegt. Og þetta er sem betur fyrir allt annað hugafar.
Og við segjum stundum að bestu varðmenn sjómannan okkar eru fjölskyldunar heima sem minna á. Er búið að skoða þetta, er búið að skoða hitt. Ertu í réttum galla, ertu með réttan björgunarbúnað, hefur farið í Slysavarnaskóla sjómanna og fleira. Þannig að pressan þarf að koma alveg frá heimilunum. Á minni tíð sem blað- og fréttamaður hef ég oft farið borð í skip á hafið úti og ég man þegar maður var að fara í byrjun þá var þetta svona kallmennsku samfélag. Allir reykjandi kamel með kaffifandinn út á þilfari og jafnvel illa klæddir. Í dag er þetta algjörlega allt öðruvísi. Allir með hjálma í besta búnaði, línur og annað slíkt sem menn festa við lunninguna og hugafari er allt breytt. Já, og bestu útgerðirnar keppast við að hafa þetta í lagi og sýna okkur það. Já. Og gamla hugafarið hjá forverum Samgöngustofu, Siglingastofnun og Siglingamálastofnun var að svindla á eftirlitsmanninum. Það var hugafarið? Já, já. Láta hann ekki sjá allt sem var að, þá lánaði hann björgunarbát úr næsta skipi þegar skoðun fór fram. Þetta þekkist ekki í dag. Útgerðirnar sýna okkur hvar áhættan er, hvað þeir eru að laga, hvernig þeir eru að bæta sig. Þannig að þetta er samvinna. Og Samgöngustofa hefur leitt að verkinu marga sem hafa haft mikið frumkvæði sjálfir. Það er siglingaráð, það er nefndum öryggi sjófarenda, það er úrbótaverkefni. Við erum stöðugt að vinna og núna er einmitt verið að kanna betur atvikaskráningu. Við þurfum að skrá allt. Það er ekki hetjuskapur að hylja yfir slys. Akkurat. Þannig að því getum við lært til þess að gera enn betur. Og það er tekið eftir þessu alþjóðlegum grunni. Ég ætlaði að fara að koma að því vegna þess að Íslendingar eru mikil fiskveiðiþjóð. Við erum næstur á eftir Noregi í Evrópu. Við erum stærri heldur en Spánn í þessu efni. Er eftir þessu tekið út í heimi? Sérfræðingar frá okkur hafa verið kallaðir til, bæði til Alþjóða siglingamálastofnunarinnar í London og Siglingaöryggistofnunar Evrópu í Lissabon. Þar sitt ég í stjórn og það er oftar en ekki spurt hvað segir Ísland þetta, sem er alveg stórkostlegt. En færum þetta aðeins yfir á aðra flokka, til dæmis í fluginu. Mér sýnist öllu að menn séu farnir að taka þetta miklu alvarlegra þar líka. Já, flug átti 100 ára saga flugs skráð núna í vor, því að það eru 100 ár frá fyrsta fluginu úr Vatnsmýri og þá náttúrulega flugumennið á hyggjuvitinu. Það eru enga veðurspár og það var rétt bara unnið með höndunum. Já, og sama kallmennskan að baki. Já, en atvikaskráning þar hefur alltaf verið meira upp á borðinu og ekki svona verið að fela þau atvik til þess að einmitt að læra þeim. Þannig að banaslys í flugi eru nánast óþekkt hér á Norðurhjaranum. Og flug er líklega öruggasti samgöngumáti. En við erum að sjá það að í umferðinni er þetta líka að batna mjög mikið. Á undanförnum áratugum hefur tekist að fækka árlega banaslysum frá 30 á ári. Já, 30 pluss. Já. Yfir í núna kannski milli 10 og 20 sem er allt of mikið. Akkurat. En þar af er helmingurinn erlendir ríkisborgarar og það er áskorun okkar að taka vel á móti okkar gestum hér, leiðbeina þeim, kunna að umgangast þá, skilta betur. Núna til dæmis frumkvæði tekið að því að lækka hraða við einbreiðar brýr. Þetta var náttúrulega galið að hafa 90 km hámarkshraða yfir einbreiða brú. Algjörlega galið. Og við heimafólkið, við hægðum á okkur. En utanaðkomandi einstaklingur sem ekki þekkir landsætti, hann hægði ekki endilega á sér. En þarna vantar kannski líka samtakamátt. Við sjáum hérna gríðarlega samtakamátt á sjónum, þar sem allir hjálpast að lágmarka áhættuna. Þurfum við ekki líka að gera það á vegum úti? Jú. Það vantar kannski samtakamáttin það? Já, við þurfum þetta hugafar, við þurfum heimili og skóla. Það er búin að vera í nokkra áratugi fræðsla ungra barna með krökkunum í Kátugötu og umferðarskóli ungi vegfarendur. Það sagði við með skipstjóri. Líklega er ég betri og öruggari skipstjóri af því ég var í umferðarskólanum ungi vegfarendur. Ég lærði aga, hvert öryggi. Því að börnin eru öll í bílstólum í dag. Við Íslendingar, við notum bílbelti nær undantekningarlaust. Þetta þurfum við að áminna útlendinganum að gera. Við höfum lært mjög margt, en það þarf meira til. Snjallsímanotkunin er stórhættuleg. Akkurat. Við nýtum ekki stefnuljósin til þess að gefa merki og leiðbeina. Þannig að löggæsla þarf að aukast. Nú 12 nýjar stöður í löggæslunni á Suðurlandi, mjög góða fréttir.
og við þurfum að auka hraðaeftirlit, við þurfum að koma fleiri hraðamyndavélum, við þurfum að hafa meðalhraðaeftirlit, við þurfum að auka forvarnir og fræðslu, umferðaröryggisráð og umferðaröryggisáætlun virka vel og forvarnir og fræðsla skila sér. Við náðum gífurlegum árangri á síðasta ári varðandi kínverska ökumenn. Við fræðum þá upp alveg frá því að þeir sækjum vegabréfsáritun í Kína á vefnum í mjög góðu samstarfi við kínverska sendiráðið hérna og íslenska sendiráðið í Kína. Við höfum þýtt allt efni, bílaleigurnar sumar alveg til fyrirmyndar í því líka. Þannig að þetta er hægt. Já, þetta er hægt. En að lokum, sko, þið eru eftirlitsstofnun og það sannast til sjós að, sko, þegar er gott eftirlit, þá þarf ekki jafn mikið eftirlit. Já, og við höfðum nú alltaf meira til samvisku rekstraraðilana sjálfra. Og endanum er það skipstjórinn, bílstjórinn, flugstjórinn. Það er rekstrar leyfishafinn og það er hans að sjá til þetta í lagi. Hann á bara að sýna okkur fram á sitt kerfi og hann á aldrei að reyna að svindla á okkur. Bestu þakki fyrir komuna, Þórólfur Arnarsson, forstjóri Samgöngustofu. Þetta eru gleðileg tíðindi. Það er ekki oft sem við segjum góðar fregnir af slysum, en þeim fer ört fækkandi, sérstaklega til sjós. Við þurfum að taka okkur betur á í umferðinni. Það er verk okkar allra. Grænmeti sem ber merkið okkar er ræktað á ábyrgan hátt. Hvað með grænmetið þitt? Íslensk grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Öll þurfum við stundum á aðstoð að halda. Einhvern sem leiðir okkur áfram. Dýrmætasta hjálpin er samt alltaf sú sem styður okkur til sjálfshjálpar. Færir okkur skarpari sýn. Og með nýrri sýn Finnst þér þetta í lagi? En að keyra eftir að hafa fengið sér einn. Finnst þér það í lagi? Frí heimkersla af öllum matarpökkum hjá 12 og Elda. Njóttu dagsins, við sjáum kvöldið. 12.is. Taktu stjórn. Komdu í ókeypis kynningartíma. Skráning á Dale.is, Dale Carnegie. 50–70% afsláttur af vönduðum fatnaði núna. Verðlistinn Suðurlandsbraut 30. 30–70% afsláttur af völdum vörum núna. Ynja undirfattaverslun Glæsibæ. Smelltu þér á einn notaðan á nýju heimasíðunni notaðir.benni.is. Frábær tilboð bílabúð Benna. Krókhálsi. Já, komið sæl aftur og við erum komin að nýsköpun. Nýsköpun er eitt af því mikilvægasta sem við gerum til þess að þróa okkar samfélag áfram og finna meiri verðmæti. Og fyrsti viðskiptahraðall Íslands sem einblínir á nýjar lausnir og sjálfbæra verðmæta þróun í landbúnaði og sjávarútvegi fer í gang innan tíðar. Ingi Björn Sigurðsson og Melkorka Sigríður Magnúsdóttir eru verkefnisstjórar hjá Icelandic Startups. Velkomin. Takk hérlega. Út af hvað gengur þessi viðskiptahraðall? Nú er það landsbyggðin? Landsbyggðin og við erum svo sem alltaf unnið með landsbyggðinu mjög mikið. Þetta snýst að búa til næstu kynslóð fyrirtækja í landbúnaðarsjávarútvegi og það er alveg rétt að það er rosalega mikill kraftur á landsbyggðinni. Og við ætlum að bjóða þeim til Reykjavíkur í 7 vikna viðskiptahraðal sem er reynda keyrður yfir 9 vikur og ég er akkúrat núna að leita umsóknum og leita stjórnum frumkvöðlum sem langar að taka hugmyndina sína og hraða ferlinu yfir í vöru eða inn á markað. Já, það er alveg sama hvað maður býr, Melkorka? Já, í rauninni frumkvöðlinn náttúrulega til alls staðar á landinu og þó við höldum hraðalinn í Reykjavík og við bara fögnum því að geta loksins verið með hraðal sem að snýra þessum svona höfuð atvinnugreinum. Við höfum verið að keyra hraðala sem hafa snúið ferðaþjónustunni og tæknilausnum og orku en þarna er komin einhver ótrúlega spennandi nýjung og þetta, við viljum endilega fá frumkvöðla alls þar á landinu. Hvernig nýsköpun getur maður séð fyrir sér? Þá bara í matvælaframleiðslu og búið til nýjar græjur?
Já, það er... Til að vinna matvæli? Bara til dæmis í rauninni. Það ótrúlega margt í gangi og ef maður byrjar að pæla í því. En auðvitað horfum við náttúrulega á matvælaframleiðslu en það til alls konar aðra lausnir sem við auglýsum eftir. Já. Þannig að að því landsbyggðin það hefur náttúrulega verið mikil ferðaþjónusta hérna á landsbyggðinni og kannski sér í lagi eins og á Suðurlandinu og þar. En þið ætlið ekki að taka það inn í? Nei. Heldur frekar eitthvað út af eins og matvælaframleiðsluna og kannski umgjörðin hana? Já, þetta getur líka verið meira, þetta getur þess vegna verið lyf eða fæðubótaefni eða getur verið tækni, getur verið nýja aðferðir til þess að rækta eitthvað, getur verið taka eitthvað fullnýta betur eitthvað, nota afganga, nota og auka skilvirkni, það svo mörg af taka því þetta náttúrulega eins og Melkorka sagði, svona grunna atvinnuvegirnir og þetta eitthvað sem við erum bara býsna góð í. Og það líka þannig að mér finnst ég vera í bara svona forréttindastöðu að því að fólk kemur til okkar allan daginn með hugmyndir og maður fara að hlusta á fólk vera með mismunandi hugmyndir og það ótrúlegar hugmyndir sem koma til okkar sem snúa að þessu, landbúnaði og sjávarútvegi og eitthvað sem ég held að fólk viti kannski ekkert að sé í gangi á Íslandi. En við höfum notað sjávarútveginn mjög mikið. Nú höfum við náttúrulega sjávarklasan sem er búin að vera langt árabil út að Granda og það verið að nota náttúrulega alls konar einhver ensím og þetta bara óendanlegt sem er búið að vera að gera. Þannig að þurfti það endilega að vera þá með í þessu? Þetta samstarfsverkefni okkar og Íslenska sjávarklasans og það hægt að gera svo mikið betur í sjávarútvegi heldur en við erum að gera nú þegar. Bæði að nýta vörurnar mikið betur og svo þurfa við að standast því sjávarútvegi eru útflutningsgrein þá þurfum við að mæta þörfum nýrra notenda. Það komin bara ný kynslóð af fólki sem kaupir fisk. Það kaupir fisk kannski allt öðruvísi heldur en hinnar fyrri kynslóðir. Þannig að þetta snýst það að vera bara með. Nýsköpun kannski fólkinu því að finna nýjan markað? Algjörlega. Já, algjörlega og til dæmis. Ég held að nýsköpun til á svo mörgum sviðum og ég held að fólk þegar það heyrir orðið nýsköpun þá hugsa það kannski bara Facebook eða Apple eða einhverjum svona ótrúlegar hátæknilausnir en sannleikurinn sá að nýsköpun getur bara falist í því að koma nýri vöru eða þjónustu markað. Það getur falist í vöruþróun innan í stærra fyrirtæki. Það getur falist í því að búið til eina litla skrúfu í gangverk sem nú þegar til. Akkurat. Já, og finna kannski nýja erlenda markaði og búa það til. En segið mér þetta verður í 9 vikur alls. Hvenær byrjar þetta? Þetta byrjar 28. mars og næstkomandi og stendur langt fram í maí? Já, stendur fram í 23. maí og þetta 9 vikur af því að páskaðinn detta inn og svo endar þetta með bara allsherjar uppskýru degi sem við ætlum að fagna þeim sem hafa tekið þátt í þessu með okkur, sýna hvað þau að hafa áorkað, hvað þau að bjóða upp á fyrir þess að flesta. En hvar fær fólkið að vera? Fær það frítt húsnæði og svoleiðis? Já, við verðum sem sagt með þennan hraðal í ferðaklassanum sem út á Granda og alveg ótrúlega flott og skemmtilegt húsnæði, það ótrúlega gaman að vera þar. Og á meðan á hraðalinu stendur, eins og Ingibjörn sagði, þá erum við í rauninni að hraða ferlinu frá hugmynd að fullbúinni vöru eða þjónustu og til þess þá fáum við í rauninni svona hryggjarstykkið í þessum hröðlum hjá okkur þessi mentorar sem að koma inn og við erum með bara æðislegan hóp af mentorum sem eru sérfræðingar alls staðar að úr atvinnulífinu og þeir koma inn og hitta þessi teymi á stuttum og hnitmiðum fundum og í rauninni gera allt sem þeir geta til þess að hjálpa þessum fyrirtækjum að koma vörunni sinni eða þjónustu á markað. Já, mentorinn hann er leiðbeinandi og þessi með reynsluna? Já. Er það ekki? Jú, algjörlega. Og svo náttúrulega eitt sem maður kannski fattar ekki fyrir maður hefur tekið þátt sjálfur í hraðli. Það eru þeir sem að taka þátt í hraðlinu með þér. Það eru jafningjarnir. Þegar flestallir á svipuðum slóðum, flestir koma frá úr með svipaða sérþekkingu eða kannski allt aðra sem ennþá betra og það alveg ótrúlega gott að eiga fólk sama hversu lengi, þetta bara eins og eiga skólasystkini þess vegna, nema þeir hafi sameiginlegan áhuga eða sameiginlega skilninga, sameiginlega vandamál. Já, þannig að hjálpast að. Hvað komast margir að? Við ætlum að hleypa 7 til 10 fyrirtækjum inn í þetta skipti
Það geta verið þá bara 2 manna teymi upp í 7 manna teymi? Bara en þess vegna eins og fólk vill og við auglýsum í rauninni líka eftir fyrirtækjum sem eru bara allt frá því að vera hugmyndastig í það að vera kannski búin að þróa vöru og komið með fyrstu viðskiptavinni. Jaha. Og einnig eins og þú nefndir sko fyrirtæki sem eru kannski starfandi, kannski búin að vera með 30-40 árin, eru að unga út einhverju nýrri afurð eða nýrri vöru eða eitthvað svoleiðis og vilja fóstra það annar staðar, þá er þetta fullkominn staður. Já, akkurat. Þannig að sko ef það er einhver nýsköpun innan óra, mætti það kannski senda teymi. Heldur betur. Heldur betur og það er líka eitthvað sem að gleymist held ég svo oft í umræðinni að það eru til, alveg eins og það eru til frumkvöðlar, þá eru til fyrirtækjafrumkvöðlar og það er til þetta fólk sem er í rauninni að þrýsta á nýsköpun og er að vera skapandi og ýta af einhverju veggjur og brjóta einhverju múra innan fyrirtækja og úr því verða oft alveg ótrúlega skemmtilega lausnir. Akkurat. Það er kannski líka bara þetta lífsnauðsynlega í fyrirtækjum í dag, ekki satt? Heldur betur. Jú, algjörlega. Það er alltaf að reyna að hugsa hlutina betur upp á ný. Og sérstaklega af því að heimurinn í dag er náttúrulega breytast svo ótrúlega ört og það er svo ótrúlega mikilvægt að halda í þessar breytingar til þess að vera samkeppnishæf í rauninni. Þegar síðan kemur að því að þessi fyrirtæki munu þurfa að breyta, bara einfalt út af einhverju reglugerði með regluverkum sem verða sett. Og þá er svo mikilvægt að vera bara komin á undan, að vera bara búin að ná þessu samkeppnisforskoti og það gerist í rauninni allt í gegnum nýsköpun, nýjar lausnir og nýjar vörur. Og sérstaklega í bara eins og hvað matur er að breytast. Sumir segja að matur sé kannski nýju trúarbrögð. Við erum með keto, við erum með vegan, við erum með alls konar, við erum með nákvæmlega, þannig að og kynslóðabreytingarnir eru svo rosalega miklar. Það er alltaf eitthvað nýtt í búðinni. Alltaf eitthvað nýtt. Og eitthvað svona til að spara manni tíma og vera auðveldara að elda. En hvar á fólk að byrja sig upp? Það getur farið inn á til sjávarasveita.is og sóttum og þetta er bara ótrúlega einfalt umsóknarferli. Við bara ferð inn og svara nokkrum spurningum. Sjáum vefsíðuna hérna komið upp á skjáinn. En takk kærlega fyrir að koma. Ingi Björn Sigurðsson og Melkorka Sigríður Magnúsdóttir, verkefnisstjórar hjá Icelandic Startup og þetta er nýsköpun í landbúnaði og sjávarútvegi til sjávarasveita. Takk fyrir komuna. Takk. Og við kveðum á þessum nótum og verðum aftur hér á morgun. Verið þið sæl.